Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 8:10 þetta mánudagskvöld 27. janúar og á línuna er komin einn af landsliðsmönnum okkar Íslendinga og það er sunnlendingurinn okkar Þórir Ólafsson. Komdu blessaður og sæll eða ekki? Sæll ertu? Hvernig hefur það? Ég er bara ljómandi. Já, bara, ertu búin að ná þér eftir EM? Já, þetta fer að koma bara. Já. Stilt bara inn á nýja rútínu eða ekki? Jú, ég fæ frí á morgun líka og mætti svo æfingu hjá nýjum þjálfara á miðvikudaginn. Já. Það fær maður að koma sér aftur í gamlu rútínuna. Og hvernig leggst það í því að vera komið nýjan þjálfara? Herði það bara ljómandi, sko. Það maður bara vissi svo sem að þessum þjálfara og vissi að hann verið mjög góður og það verið allavega reynsla að fá að vera undir hans stjórn. Það lítur bara þokkal út. Já. En þið stóðu ykkur virkilega vel hérna á EM og enduðu í 5. sæti. Þrátt verið að menn voru nú ekkit svo bjartsýnir fyrir þetta mót. Já, takk fyrir það. Það var ég held að þetta hefur verið bara svona það sem að ekkert margir kannski bjugust við. En við stefnum alltaf sjálfur mjög hátt og það var engin undantekning núna og vissum þetta verið svo sem erfitt. Þetta var margir óvissu þættir en þeir sem voru klárir og voru að spila þeir bara skiluðu sínu hlutverki bara mjög vel og ég held að þetta hefur verið bara það besta sem við gátum fengið úr hóp. Já, og tveir flottir sunnlendingar þarna, þú og Kári Kristjánsson. Já. Og hvernig nær ykkur saman þarna sunnlendinga? Bara mjög vel. Kári er algjör snillingur eins og allir eigamenn og gaman að vera í kringum hann og allt létt í honum og stuða á honum, sko, þannig að við náum mjög vel saman og grínast ofta eitthvað, sko, þannig að það var bara frábært. En hann taldi sig alltaf að vera besta knattspyrnumannin í hópnum, var það nokkuð ykkur lígi hjá honum? Já, hann fekk nú Herjólfstimpilinn á sig, þannig að það er nú hægt að lesa ýmislegt úr því. Já. Þannig að eftir að það kom þá átt hann og stórleikinn á fætur öðrum og skilði greiðarlega mikilvæg mörkum og stóðsendingum fyrir eldri, þannig að hann kom sterkur í höfnina eins og maður segir. Já. En hvernig er þetta ekki hættulegt að þið séu alltaf að spila fótbolta í uppbytun eða eru þið orðnir svona vanið því að þið bara slasið ykkur ekki á því? Þetta er stór hættulegt, maður. Það er bara þetta er svo mikil hefð að það er engin þjálfari að taka þetta út, held ég. Það er allavega mjög erfitt. Já. Þannig að þetta er svo gaman. Ég er svona partur af stemningunni hjá okkur og mikið samkeppni í þessu eins og öðru og þetta er bara það er gaman að þetta sé ennþá. Loka þjálfararnir og sjúkraþjálfararnir kannski bara á augunum meðan þið eru að hitta upp í fótbolta? Já, ég held að þjálfarinn farin og vildi eitthvað á bakvið og vil ekki segja þetta en sem betur fer þá er ekki mikið meiðsli í þessu, þannig að já, sem betur fer. En þessi ungu drengi, þeir komu virkilega sterkir inn í hópinn? Já, þeir eru hafa verið að sína það og Aron hefur verið að gefa þeim tækifæri núna í fyrra og núna og maður sér gríðarlega mun á sumu þeirra og bara frábært að sjá að það er komin einhver kynslóð til að taka við þessum sem fara að hætta svona næstu árin, þannig að mér lýst bara mjög vel á þetta og já, þetta verður bara framtíðarhópur sem er stór hópur sem er núna með okkur, þannig að ég vona að það er eftir að taka við þessu kefli og hafa sér fyrir okkur. Já. En þeir voru, nokkur tæpir eins og þú og Guðjón Valur og fleira, þeir voru nú samt ekkert að sína það í leikjunum að þeir var eitthvað meiddir? Nei, við erum svo miklir jaxlar, sko. Það er alltaf þetta tjásla manni saman. Við erum alltaf algjör snillinga í sjúkraþjálfara teiminu sem að tjásla okkur saman fyrir hvern leik og það var bara frábært að komast til þeirra hendur og ég held að það hafi bara allir bara skánað eftir þessi að mætti allir handónundir í þetta og auðvitað bara betur eftir þessi álega mót, þannig að það er bara jákvæmt. Já. En hvernig nú með aldurinn, þú átt náttúrulega alveg 10 ár eftir, eða ekki? Já, þú segir það.
Það góð spurning, maður bara tekur núna bara hvert ár fyrir sig og ég nú að renna út samningur hjá mér hérna í Pólandi, þannig að ég nú bara að leita fyrir mér og ekki okkur tengur vill fá svona gamla kall því sinna. Þannig að ég sjá hvað gerist. Já. Eitthvað svona sérstakt land sem þið langar að fara til eða ætlar að halda áfram kannski að vera einhvers staðar í Pólandi eða? Ég hef svo sem ekki einhverja línur það sko, þetta allt bara voða lótið hjá mér og ég svo sem sko það bara öll lönd og alla möguleika og lókið til maður neitt og svo bara vonandi kemur eitthvað spennandi og skemmtilegt verkefni sem maður geti auðvitað sér að fara í. Já, þannig að fyrirtækinu Selfossi þau eru bara að fara að taka sér saman og bjóða þér heim. Já, það aldrei að vita. Já. En hvernig hann svona tímabili, hvernig búið að ganga svona þetta tímabili hjá þér? Það er bara búið að ganga alveg þokkalega, að þetta eins niður hjá okkur í meistaradeildinni svona til lok fyrir jól, og það var þannig að það var þjálfarinn okkar var Reykján og ráðinn nýr, þannig að já, nú eru bara gefið allt í að komast áfram í Evrópukeppninni og reyna að komast aftur í Final Four þar. Nærðu að vinna eitthvað þar. Nærðu að fylgjast eitthvað með boltanum hérna heima meðan þú ert úti? Maður náttúrulega það syngir svona eins og maður reynir að fylgjast með þessum úrslitum og svona og það er ekkert mikið sem maður getur séð sko getur séð neitt á netinu, það er eitthvað að vera á sínum daginn en það er eitthvað lítið sem ég sé að leikja en segir maður fylgjast með eitthvað aðeins með þessu. Já, en aðeins að öðrum sunnlendingum sem komu þarna í æfingahópin, hvernig fannst þeir svona spjara sig í þarna í hóp? Bara mjög vel sko. Mjög hrifinn af Árnasteinn og hann stóð sig gríðarlega vel og ég var alltaf að monta með að þetta væri nú frændi minn þannig að það var gríðarlega gaman að sjá að koma hann inn og sýna sig. Funduð þið fyrir miklu stuðningi þarna út í Danmörku? Já, það var gríðarlega mikill fjöldi þarna á leikjunum, fyrir leikjunum hann hjá okkur. Það kom alltaf að ferða við á HSI sem og svo svona aðeins dala undan því sko en það voru alltaf, maður sá alltaf í töllunum íslenska fánan og það er alltaf margir sem búið hann í Danmörku og lögðu leysina á leikina hjá okkur. Já. Þannig að maður fannlega sá alveg á leikunum íslenska fánan og fylgdist alltaf fjölmiðlar og annað svona, maður fann fyrir því. Það er allir sem að lyftast upp á Facebook og allstaðar og posta ykkur og svona yfirleitt jákvæðum og fréttum, þannig að það er mjög gaman að fylgjast með því. Já. Hvernig, upplifðið þú svona, tilfinninguna þegar Íslendingarnir kláruðu landsliðsönginn þarna? Það var alveg gríðarlega mikil gæsahúð og mjög skemmtilegt, þannig að ég Kári var nú búinn að segja við mig þetta var nú búinn að gerast einu sinni það er kvættið á þjóðsönginn og Kári var nú búinn að spyrja mig hvort ég ætlaði ekki að klára þetta með honum, bara við tveir. Þá sagði var ég nú ekki alveg tilbúin í það að vera tveir hann að klára þetta. Taka duett? Já, en svo bara tóku allir með og salurinn, þannig að þetta var alveg frábært. Já. Þú tóku smá innblástur og styrk í leikinn. Þú og Kári, eru þið svona svolítið sunnlensku duett þarna í landsliðinu? Já, við heldum alltaf upp í merkjum sunnlendinga þarna og reynum að presentera þá sko og ég held að gangi nú bara nokkuð vel, það heyrist alveg vel í Kára og þannig að þetta er bara, mjög gaman. Já. En hvernig er svona, verður tímabili núna, eru margir leikir í röð hjá þið núna í Pólandi eða? Já, það er koma núna alveg. Það byrja nú bara á laugardaginn og svo taka við byrjar Evrópukeppnin bara eftir það rauninni. Það komu núna tveir útileikir og svo verður að fara í alveg tvær stóra ferðir. Við förum í 2 útileiki í röð, eða reynir 4 útileiki í röð, þannig að ég verð að færa inn út mikið núna í februar. Við ætlum okkur að keyra mér úti til Kíl og spila við Guðinhólafélag og svo förum við beint í einhvern útileik sem er hann alveg neðst í Pólandi. Já. Og svo er önnur svona ferð til Portugals og
þannig að það verða alveg einhverja 2 vikur sem að verður bara í burtu í febrúar. Já. Það eins og þetta og svo bara deildinn og þetta og svo byrjar úrslitakeppni hjá okkur, þannig að það verður núna stíft prógram bara. Já. En hvernig svona, finnst þér, náttúrulega, þegar komið náttúrulega Ólafur Stefánsson ekki lengur núna í landsliðinu, en að sjá eins og Guðjón Val koma þarna meiddan, þetta var bara eins og hann væri, þetta væri ekki eðlilegur maður. Nei, hann náttúrulega ekki eðlilegur maður, Guðjón, hann alveg ótrúlega velmenni og það eins og hann nú jafnkvæmans mér og það eins og hann sést ekki á honum sko, hann svo mikið velmenni og æfir gríðarlega vel og gríðarlega metnaðarfullur og svona sá íþróttamaður sem ég spila með, þá hann svona mesti atvinnmaðurinn í þessu og gríðarlega gott fordæmi fyrir okkur hinna, en hann mættur þessum meiðslum og spila þannig einhverja 6 leiki í röð og bara það var ekki að sjá eins og hann hafi verið meiddur eitthvað fyrir það. Svona rétt í lokin, í knattspyrnunni, ert þú að tilkynna þig sem leikmann Árborgar eða leikmann Selfoss eða? Ég nú ekki verið að gera það, ég ekkert verið inn í því sko. Nei, og veist kannski ekki einu sinni hvaða félag þú ert skráður í á Íslandi? Knattspyrnunni? Nei, það held ég ekki. Nei. En Þórir Ólafsson, svona eitthvað í lokin, eitthvað skilaboð á Selfossliði í meistaraflokki? Það ég ætla bara að óska þeim bara góðs gengis, Gunnari þjálfara og strákarnam. Ég mætti nú þarna æfingar hjá þeim jólin, með fyrir jól og bara gríðarlega gaman að sjá þarna unga og efnilega stráka og vona þeir komið sér bara upp í efstu deild. Já, okkurlega. Þar eiga þér heima bara? Já, ekki spurning. Þórir Ólafsson. Gríðina aftur. Já. Þórir Ólafsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara gangi þér mjög vel og það hægt að stríma leikina þarna á netinu, Fanny, og ég mun deila þeim linki þegar kemur að því. Það voru að gera það. Bestu þakkir. Takk kærlega. Já, það ekki langt hlustu góður eftir smástund, það var það Adolf Ingi Erlingsson, en hann búinn að fylgja okkur núna frá því EM byrjaði og nú heyrum við í honum núna á eftir, en hann búinn að vera að leika sér á skautum núna í Reykjavík. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.